Gott kvöld. Ég heiti Unndís Ida Ingvarsdóttir og er kynnir í kvöld. Ég vil bjóða ykkur velkomin á árshátíð Heiðaskóla 2016. Undanfarnar vikur hafa nemendur verið að undirbúa þessa skemmtun og vonum við að þið eigið ánægjulega stund hér með okkur. Af óviðráðanlegum orsökum hefur orðið örlítil breyting á auglýstri dagskrá. Siguratriðið úr hæfileikakeppninni verður því miður ekki flutt hér á eftir. En þið þurfið ekki að örvænta því við bjóðum upp á metnaðarfulla dagskrá. Formaður nemendafélagsins flytur stutt ávarp, miðstig ruglast illilega í ævintýraheiminum og unglingadeildin sýnir söngleikinn í fylgd með fullorðnum. Til að þið njótið sýningarinnar sem best biðjum við ykkur að hafa alveg hljóð í salnum og foreldra að hafa börn sín hjá sér meðan á sýningu stendur. En við hefjum dagskrána á ávarpi formanns nemendafélagsins. Gjörðu svo vel. Verið hjartanlega velkomin á árshátíð Heiðaskóla 2016. Ég heiti Sigríður Elín og er í 10. bekk. Er ég einnig formaður nemendafélags skólans. Það eru heldur betur verið nóg að gera undanfarnar vikur. Til dæmis var skólahristið þann 9. mars síðastliðinn og lögðu fulltrúar skólans sig allan fram. Og ekki má gleyma stuðningsliðin okkar sem stóðu sig mjög vel í því að hvetja keppendur skólans áfram. Nemendur skólans hafa undanfarnar vikur verið í danskennslu og Írisi Ósk, danskennara. Á síðasta mánudag var danssýning og heppnaði sýningi vel. Félagslífið hefur verið fjölbreytt í vetur. Við höfum haldið til dæmis FIFA-mót, skákmót, púlmót, keilu- og pizzuhitting og einnig bara nokkur börn, svo eitthvað sé nefnt. Allt þetta í samstarfi við félagsmiðstöðin okkar 301, sem þær Ingibjörg og Guðný Birna sjá Æfingar fyrir árshátíðina hafa verið í fullum gangi. Við í unglingadeildinni héldum gistinótt 11. til 12. mars til að æfa fyrir árshátíðina. Það var mikið fjör og allir skemmtu sig vel. Áður en þið farið heim hvetjum við til að kíkja á sýningu í list- og verkefnastofu. Ég vil einnig benda foreldrum yngri barna og óskilamönnum sem staðsettir eru í yngsta síns gangi og kíkja í fathól barna sinna. Sjoppan verður opin á miðstigsgangi. Ég minni á línuhappdrættið sem upp á efri hæðinni, þar sem þið getið unnið girnileg páskaegg. Munið samt að setja línan ykkur í pottinn. Línan kostar 200 krónur. Ég vil nota tækifæri og þakka ykkur, kæru gestir, kærlega fyrir að styrkja ferðarsjóð nemendafélagsins með því að mæta hér í kvöld. Þá vil ég sérstaklega þakka fjölskyldum nemenda í 7. til 10. bekk fyrir að leggja hér á borð glæsilega veitingar sem við fáum á loknum sýningu. Þessi fjáröflun ger okkur kleift að fara í árlega vorferð og að þessu sinni verður farið í 3 daga ferð í Þórsmörk. Fyrir hönd nemendafélagsins þakka ykkur kærlega fyrir. Hefur svo hefð skapast að nemendur og starfsfólk skólans mæti náttúrunum daginn eftir árshátíðina og verður engin breyting þar í ár. Hvet alla sem vilja mæti náttúrunum á morgun. Þetta verður ekki lengra á mér í kvöld. Takk fyrir komuna og njóti kvöldsins. Nú mun miðstigið sýna leikritið Ævintýraruglingur. Kunnuglegar persónur og þekktum ævintýrum munu rífast hver eigi söguna. Allir nemendur á miðstigi taka á einhvern hátt þátt í sýningunni. Vonum að þið njótið, gjörið svo vel. Hafið nokkuð síðan að rauðhettu? Nú jæja, ég finn hana á endanum. Hér séu línu langsa, tröllahopp, tröllahey, tröllahopp, sa. Góðan daginn allir saman. Vondur allir í góðu skapi. Er það ekki? Heyriði, ég er nú bara að leita að honum Níels í apakeppinu mínum. Hafið þið séð hann? Nei, já. Ó nei, óþekktur anginn sá, hann hefur líklegast falið sig. Eru þið nokkuð að hjálpa honum að fela sig? Nei. Nei, ég bjóst ekki við því. Og hver kemur þarna? Er þetta ekki úlfurinn? Sáuð fúll á svipinn? Hvað ert þú að gera hér? Hvað ert
sjálfur að gera hér? Þú hlýtur eitthvað að vera að villast. Ég er sko aðalpersónan í þessari sögu. Og ég er að fara að sýna þessu fína fólki hvernig ég er best í heiminum. Þú, svona smástelpa. Heyrðu, þú hefði víst ekki rekist á hana Rauðhettu. Nei, hei. Og þó ég hefði séð hana, þá myndi ég ekki segja þér frá því. Hvað viltu henni eiginlega? Nú, éta hana? Já, svei, þú ert nú meira átaklið. Það máttu alls ekki. Hvað, má ég ekki éta Rauðhettu? Já. Hvað er þetta? En ömmunar? Já. Já, ég éti bara þig, Lína litla. Gerðu það bara úlskömmið þín. Ég skal jafna þig. Já. Ætlar að vera góð með þetta? Já. Og ömmunar. Ég loði líka. Það var nú eins gott, svona starta á löpunum. Æja Lína, hefur ekki verið að finna hann pappa þinn? Já, sko... Sætt fyrir blessa fólki. Hafið nokkur ekki stákur mís í dag? Mér þykja þetta góðar. Já, heyrðu, ég meina, mér finnst það svo sætar. Já, mér finnst það svo sætar. Hvað ert þú stíglegaði kötturinn að gera hér í minni sögu? Og minni? Nei, minni. Já, ég meina þinni. Já, þetta er einhver misskilningur. Þetta er sko alfarið mín saga. Þið getið sagt konginum og dóttur hans að þetta torg hér sé einn markjóns af Karabas. Hvar er annars markjófur, vinur minn? Góðan daginn, allan daginn. Var einhver að leita að mér? Ég er markjófur af Karabas og þar lendi á í þetta torg. Og í raun og veru ræði ég við þessari sögu. Og þegar ég hugsa mig ræði yfir öllu Íslandi! Gósi minn, það er ljótt að skrökva. Þú ert ekki markgrifinn. Skrökva? Ég skrökva aldrei. Sjá hvað nefanum stækkar. Hvað er þetta, ég er bara hver? Óttalegur aumingi ertu. Ég er að drepast úr hungri. Ég er svo svangur að ég gæti éti heilan hest. Ég sá hestinn á Línu hérna áðan. Hann leit út fyrir að vera mjög girnilegur. En hvað er þú annars svo að villast inn í minni sögu? Villast og villast. Ég er bara að leita henni Rauðhettu minni. Ég er ammenar. Hún ætlaði að koma að færa með pizza og brennivín. Nú er allt vínið búið og mig vantar meira. Ég skal bara galdra fyrir brennivín. Ég er bestur, ég get allt. Bara spyr svo kemur það. Og hvað er svo brennivínið? Aldrei ætti að treysta okkur andana. Hvar kemur þessu Aladin? Akkur þarf hann alltaf að flækja sko að nála mér. Akkur má ég aldrei við aðalnúmerið. Svona, hættu svo væli. Ert þú góð alfkonan? Nei, hvaða vitleysa? Ég er ammin á Rauðhettu, bara venjur alkoholisti. En þú ert svo góð. Jæja! Voðalega er allir daprir hérna. Hvað segir frá nokkar piparkökur? Ég er ansi góð í að baka piparkökur. Þegar piparkökur bakast kökur. Hvað er þetta? Þú kunni ekki gott að meta. Sko, við í Hálsaskógi erum öll vinir og okkur finnst að allir eiga að vera vinir. Svo ég ætla að gefa ykkur eina piparköku. Úps, fékkstu þessa piparköku? Mikki refur heldur ekki glaða með þær. Nú er þetta ótrúlega að setja eina teskeið af pipar í kökurnar. Teskeið? Þegar pipar. Já, það er rétt hjá þér. Hvernig vissir það? Og allir sem voru á dýrin í Hálsaskógi vita það. Nú éti þig bakara, drengur. Æ, ég var bara smá óþekkur. Ég setti ómikið pipar í kökurnar. Ekki vera á öðru. Hver er óþekkur? Það er ég sem er óþekkastur. Mamma mín segir ég sé óþekkastur í öllum heiminum. Hún segir ég að fá medalíu fyrir það. Ég er óþekkari, það segir pabbi minn. Og hver ert þú eiginlega? Nú tímið þumma, sér það ekki? Jú, þú segir það. Er til eitthvað einn að borða? Mér langar að segja súkkulaðbúðing. Og hver er þú? Sko, ég heiti Greta. Hafið þið séð hann Hans bróða minn? Nei,
Hann er ekki hér, en hann gæti hins vegar verið að elda hann mjallhvíti. Hún er einu sinni föst í heimi hér. Ó, jæja, en er eitthvað að borða hér? Ég er svo svöng að ég geti étið heilt sætabrauðhús. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold me back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. Bróðir hann með eigin sem sveig. Nei, heldur að ég sé að fara að giftast þér? Þú ert eitthvað klikkuð. Ég er ekki prins. Hvert þykist þið svo vera að fara? Ræningjar, þið eru nú ljótu menninir. Og ég er langt með sexy. Ég er allir óttalega ljótir. Hvað það að vera sexy? Ég veit það ekki, Sofía segir bara alltaf að ég sé svo sexy. Hei, slaka, það er ég sem er sexy. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Hver var að kalla á mig? Já, hérna strákar. Er þið alltaf sama Heygarðshorni? Við ætlum bara að ræna þér. Hver heldur að horfa á það? Þið hafa nú gert það svo oft áður. Já, sko, en nú þurfum við sérstaklega þeirra að halda. Nú? Já, ég er sko týnt húinu minni. Og ég týnt helpunum minni. Og ég gömlu fölsku flautinu minni. Það er ekki vonað að finna neitt af þessu drasli. Já, ég komið. Hvar er Bjartfrit og hvar er Þyrnirás? Þeir talir ekki að rösku. Hvar eru stelpuskjáttu þegar ég þarf að losa mig við þær? Ég er lág fallus. Rotustjúpa, sérðu það ekki? Ég er með epli og svo er ég með rokkið eitthvað staðar. Stopp! Alvöru rokk! Nú er ég alveg ruggluð. Er þetta ekki mín saga? Vertu ekki að stöpa Björn. Ég er góð í að eitra fyrir fólki. Er ekki lægi heima hjá þér? Já. Bara við skilum ekki. Hefur þú séð á skóa minn? Ég týndi hann á ballinu. Hvað ertu, öskubeska? Farðu strax upp og taka til. Ég verð að finna skóa minn fyrst. Annars getur ekki prinsfundan og það er agalegt. Engar áhyggjur, öskubuska. Ég skildi prinsinn eftir í turninum. Nei. Hæstelpur hafa nokkuð rekist á 7 litla dverga. Litla dverga? Eru þetta stóri dvergar eða? Ó, guð minn góður, hvað ég get alltaf verið syfju. Ég geti sofið í 100 ár. Hafa ég nokkuð sér prins hérna? Oh my god, hvar endar þetta? Það eru allir að týna einhverju. Nei, þú miskilur gamla. Ég skildi bara prinsinn eftir í turninum. Mikið eru fein að rekast á þig hér, öskubuska. Og ég dýmjálsum mín. Ekki glefa mér, þá ég hafi sofnað aðeins. En ég? Er enginn glad að sjá mig? Nei, Garabróð, þú ert ekki að fara prinsuna við hina. Þú ert bara upptekið í þetta leikri. Aðalatriðið er að vera með. Hei, komum, við skulum leita að prinsunum saman. Lilli, hvar ertu? Lilli, viltu ekki syngja smá vögguvísu fyrir mig? Byrjan Einstein, hvað? Heldur þú segur Óli Lofra? Lilli minn, ef ég byrði fallega. Allt í lagi. Veljið í drauma höll og sagana loka. Hei, amma, ég kom meira brennivín. Einskottan fyrir Aldrei getur keypt fyrir þig. Takk, elskan. Takk, elskan. Aukið aðgengi að áfengi er lykilatriði. Ég sé þig, Úlfur, ég sé þig. Hvernig sástu mig? Ég sá eyrun. Ég sé þig.
Hvernig sástu mig? Nefi, þessi nefi. Duglega. Ég sé þig ennþá, ég sé þig. Hvernig sástu mig núna? Ég sá munnin. Hvergi átt að kúka ég í þessum skógi? Hvað? Það er klósett þarna. Ég var það rann. Það er sko með geggjum klósettpappír. Frábært. Þá slepp ég við að nota steinaða lög. Þetta er mín saga. Þetta er mín saga! Nei, mín! Nei, mín. Alltaf þarf hún að ráða öllu. Ég baka þessa sögu. Nei, ég laug upp þessari sögu. Þetta er sagan spíritistrákinn Gosa og kyllingarna 7. Nei. Gå inn þér. Þetta er frábær skóli. Þetta getur greinilega allt gert. Við spila það. Já, við líka. Við skulum fara að ákveða að þetta sé sagan okkar allra. Við erum bara í alveg nýju ævintýri. Já. Þá er það ákveðið. Now watch me, nay-nay. Now watch me whip. Watch me, nay-nay. Now watch me whip. Watch me, nay-nay. Now watch me whip. Watch me, nay-nay. Now watch me. 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 Okay. Okay. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Okay. Bring the stanky leg. Do 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 the stanky leg. Now break your legs. Break your legs. Break your dog. Break your legs. Break your legs. Break your dog. Break your legs. Break your legs. Break your dog. Break your legs. Break your legs. Break your dog. How I be bop, 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 bop. Now watch me whip. Now watch me nay-nay. Now watch me whip. Watch me nay-nay. Now watch me whip. Watch me nay-nay. Now watch me whip. Watch me nay-nay. Now watch me. Nei, það er bara fyrir oss. Nei. Ég. Takk fyrir þetta, krakkar. Skemmtilegt. Þá er komið að atriði sem unglingadeildin hefur verið að æfa. Þið getið sótt einhandaáritanir í smíðastofunni. Þá er komið að atriði sem unglingadeildin hefur verið að æfa. Söngleikurinn í fylgd með fullorðnum. Söngleikurinn er frumsaminn og byggður á lögum og textum Bjartmars Guðlaugssonar. Hann fjallar meðal annars vangaveltur unglinga, lífið og tilveruna og vanhæfa foreldra sem eru kannski ekki svo vanhæfir þegar upp er staðið. Tónlistin er flutt af hljómsveit og gaman að segja frá því að einn foreldri í hópnum, Bjarni Jónsson, er í hljómsveitinni. Gjörið svo vel.
Þessu skissa sem að skrifið var nú hefur mikið ljóma og hver tímastömm með góðri hjálp frá mönnum tekst að milda alla dóma. Svo ég hissa á því hvað mjói kallinn getur orðið vondugur og breiður. Mér finnst svo skrítið hvaða Rambó eyðir miklu púðri ef hann verður reiður. Í fylgd með fullorðnum ferðumst við með strætó gegnum lífið. Við stöndum upp fyrir þeim sem geta agað reglum yfirvaldsins beyg. Í fylgd með fullorðnum þeir sem þreyttum fótum gegnum lífið. Við hugsum mest þennan langa tíma en horfum bara og segjum ekki neitt. Ég svo hrædd við að Boga Ágústsson og hann Loga Bergmann líka og allar þessar raddir sem að frétta stýra hryðjuverk og morð. Svo verð ég hissa á því hvað fátækt fólksins gerir hina efnameiri ríka. Ég að hugsa þetta annað veifið en mig skortir gáfulegri orð. Í fylgd með fullorðnum ferðumst við með strætó gegnum lífið. Við stöndum upp fyrir þeir sem geta agað reglum yfirvaldsins beyg. Í fylgd með fullorðnum ferðumst við með strætó gegnum lífið. Við stöndum upp fyrir þeir sem geta öllu líf á jarðkúlunni eytt. Við stöndum upp fyrir þeir sem geta öllu líf á jarðkúlunni eytt. Hafið þið horft á fréttirnar undanfarið? Já. Nei, ég hef enga áhuga svoleiðis og enga tíma heldur. Það einu sem ég horf á sjónvarpinu er fótbolti. Það skiptir miklu meira máli heldur en einhverjar fréttir. Ertu ekki að grínast? Þótt við séum unglingar, það skiptir okkur máli hvað er að gerast í heiminum. Já. Heimurinn að fara til fjandans er ekki hugmynd það. Til fjandans? Við höfum bara fínt hérna. Já, við kannski hérna á Íslandi, en það er fólk og það eru börn út í heimi sem búa við stríð og eru á flótta. Það hlýtur að vera hræðilegt. Ég veit ekki um ykkur en ég er skíthrædd við það sem er að gerast í heiminum. Ég bara óttast að við verðum ekki örugg lengur. Ég er viss að við sprengtum strætó í Reykjavík eða eitthvað. Það eru enga áhyggjur. Við notum bara ekki strætó. Við látum bara pappa skuttlingu það sem við þurfum að fara. Þetta er ekki fyndibinni. Fyrir utan það þá hafa flestur hann tíma til að sinna okkur. Nákvæmlega, við vinna svo ógeðslega mikið og svo þegar við koma heim þá nennir þið ekkert að gera með okkur. Bara endalaust stuð. Já, það er eiginlega verst að vera unglingur. Ef einhver fær einhver athygli heima á mér, þá er það litli bróðinn. Já, láttu mig þekkja. Og svo helgar þá er þetta að djamma á þessu liði þegar við getum verið að gera eitthvað saman. Já, þegar ég minnist á þetta, þá ger ég aldrei neitt með mínum foreldrum. Það minnir mig að pappa og mamma er að fara á þetta ball í kvöld. Þetta lið haga sér enda eins og sé 17 ára. Skil ekki til hversu voru eignast öll þessi börn. En ef þeir fara ball, menn það ekki kikið í heimsókn? Jú. Allir ég fyrir sem ekki að svæfa stelpunar. En verður ekki barnabía? Jú, hún er svo steikt. Gerir aldrei neitt. Ok, Sjáumst. Bye.
ljós á kvöldin. Mér sagt að þegja meðan fréttatíminn Súr mjólk í hádeginu, Seriós á kvöldin. Mamma svo stressuð, enda mest á sjálfri sér. Svo inn á dagskólann við dröslaðir í flýti. Sárverkjar í handleggina eftir mömmu tón. Ennþá drottar dagmamman með ótal andlitsmyndi. Það eins hún hafi fengið hátt í 100.000 krón. Súr mjólk í hádeginu, Seriós á kvöldin. Mér sagt að þegja meðan fréttatíminn Súr mjólk í hádeginu, Seriós á kvöldin. Eitt víst að pabbi minn, hann ræður öllu hér. Bráðum verð ég 6 ára, en það 1. maí. Daginn allan þann ég dröslast dalinn niður í bæ. Enginn tekur eftir því, þau hangi þarna ein. Gamli emmi launakröfin orðin allt of sein. Súr mjólk í hádeginu, Seriós á kvöldin. Mér sagt að þegja meðan fréttatíminn Súr mjólk í hádeginu, Seriós á kvöldin. Eitt víst að pabbi minn, hann ræður öllu hér. Matur, hættu nú þessu gólu og setjist. Hvað í matinn? Það pizza. Nei! Já, pappa og mamma hef ekki tíma til að elda núna. Þau eru nefnilega að fara á ball. Brynja, þú þarft ekki að láta svona. Af hverju ertu svona pirruð? Æ, við varum bara að tala saman við krakkarnir í dag og bara... Hvað voru að tala sem svo hræðilegt? Bara ástandið í heiminum og hvað foreldrar virðast ekki hafa neitt tíma fyrir börnin sín. Það nú ekki rétt. Nú já, hvernig gerum við eitthvað síðan saman sem fjölskylda? Brynja, við erum að borða saman núna. Já, Magga, það ekki gaman? Það telst nú alltaf með. Það eitthvað sem má gera á hverjum degi. Skil bara ekki hvers vegna fólk dælir niður krökkum sem maður hefur engan tíma fyrir. Brynja, þetta var nú ekki fallega sagt. Við elskum ykkur ósköp mikið og ekki myndi þú vilja vera án systra þinna. Það? Nei, svo sem ekki. Það eru ágæta grein. Brynja er bara unglingaveik. Brynja er unglingaveik, Brynja er unglingaveik. Svona stelpur, ekki láta svona. Brynja er unglingur og það ekkert auðvelt. Manstu Sigfríð? Ó já, við ætlum að rifja það í kvöld. Já, í svona 100. skipta á árinu. Þurfið að fara á þetta ball. Hvað þetta, elskan? Ekki vera að hafa þessar áhyggjur. Það nú ekki eins og við gerum þetta oft. Oft? Mér finnst þið alltaf að vera okkur í djammi. Ég alltaf að passa. Það nú ekki rétt, vinan. En höstuðum við. Það engin leið að koma sér stuð þurr svona neikvæð. Svo kemur Jóna líka í kvöld að passa. Hún svo yndisleg. Sko, hérna kemur hún. Yndisleg. Hún það sko ekki. Alltaf þegar pappa og mamma fara, gerur hún aldrei neitt. Og ef ég reyna að segja eitthvað við þau, að þetta trúaði mér ekki, því ég svo unglingaveik. Hæ, takk að gera þetta fyrir okkur. Bjarga okkur alveg. Minnsta máli. Mér finnst þetta bara svo gaman. Og svo eru stelpurnar svo mikið krútt. Hvar eru þær annars? Það eru út í garði að leika sér. Stelpur, Jóna er komin. Nei, hvað er að leika, Jóna? Ég að koma. Það eru svo yndislegar. Já, það virkar því. Það ekki, Brynja? Pabbi mig kallar Gungi Sýpur. Hann með eyrnalokk og strípur og að fara á ball. Hann að fara á ball. Mamma beiglar alltaf munninn þegar hún maskarar augun og að fara á ball. Hún að fara á ball. Blandaðu mér í kall, segir hún út hennar munnvikið. Ekki mikið kók, ekki mikið ís, réttu mér kveikjarann. Barnapían með blásið á og pabbi yngist upp 18 ár á lóinu.
vatninu og sjóinu. Pabbi minn setur stóls á fóninn, ræst ekki gömlu partítjónin. Hann að fara á ball, hann að fara á ball. Nú skal honky-tonkin spila, þó svo mónóið sé bilað. Hann að fara á ball, hann að fara á ball. Manstu eftir Jan og Kjell, segir hann eftir gítarsólóið. Manstu eftir John, manstu eftir Paul, réttu mér albúmið. Þá var pabbi sko með í ár, en síðan hafa liðið 100 ár á nóinu. Drífðu þig nú svo við missum ekki af matnum og sjóinu. Það alltaf sama stressið, sú gamla enn að vika dressið og að fara á ball. Hún að fara á ball. Mamma beyglar alltaf munninn þegar hún maskarar augun og að fara á ball. Hún að fara á ball. Blandaðu mér í glas, segir hún út þennan munnvikið. Ekki mikið kók, ekki mikið ís, réttu mér kveikjarann. Þá var pabbi sko með í ár, en síðan hafa liðið 100 ár á nóinu. Hringdu á bíl svo við missum ekki af borðinu og sjóinu. Mamma beyglar alltaf munninn, mamma beyglar alltaf munninn. Mamma beyglar alltaf munninn og að fara á ball. Hún að fara á ball. Jæja, ekki bara alltaf partí? Gleymdu þið, Binni, ég litlu systur mína heima. Við getum að hlöll niður í bæ, þar á ekki allir þar. Já, ég þarf að vera heima með stelpunum. En hvað með barnapíuna? Jóna hérna, ég aldrei neitt. Ég treysti henni bara ekki fyrir þeim. Já. Eru að tala um mig? Nei, alls ekki. Jú, víst voruð það því. Vá, hvað ég nenni þess ekki. Brynja, fyrst að þið eru hérna í einhverju krakkapartí, þá ætla ég að skreppa eins út. Fyrirgefðu, átt þú ekki að vera passa? Það kemur því bara ekkert við. Brynja sér bara þér á meðan. Og Brynja, ég drep þig ef þú kjaftar. Hvað sagði ég? Hún snarrugluð. En pappa og mamma fá hana alltaf því að halda hún sé svo æðisleg. Já, það svolítið spes, en ekki alltaf lægi samt annars? Þú virkar eitthvað svo tens. Ég veit það ekki maður. Ég bara kom upp í kok af þessu. Þetta endalaust að djamma rugla gamla liðinu. Já, þú ert ekki svo eina í sjálfstöðu. Nei, það eru bara alltaf margir í svona aðstæðum. Ekki bara komin tími til að við látum í okkur heyra? Já, ég skipta fyrir öll. Já. Jú, þetta gengur ekki lengur. Ég tek það í gegn á morgun. You go, girl. Brynja, ég þreytt. Já, okkur langar að fara að sofa. Já. Krakkar, ég þarf að fara að svæfa. Sjáumst á morgun. Sjáumst. Bye. Hvað er Jóna? Ég veit það ekki, en ég hjá okkur. Á morgun verður allt betra. Gott kvöld. Ég Dúddi. Framlag mitt í þessa hæfileikakeppni verður nokkrar skipulýsingar. Ég vona að það hafi gagn
og líka nokkuð gaman. Benni, hvað ert að gera? Benni, þetta er frá sýningunni frá því í fyrra. Það var svo gaman. Svo? Við erum að aðra sýningu núna, þú verður að fara út. Nú þarf ég að byrja upp á nýtt. Vá. Hæ, elskan. Hæ, hvernig gekk með stelpunnar? Bara vel, þær eru svo mikil krútt. Frábært að heyra. En var Brynjar nokkuð með ykkur stæla? Ha, nei, við erum svo mikla vinkonur. Olli, láttu hann fá peninginn. Já, takk fyrir. Bæ, já. Bæ. Jæja, er ekki partí? Jú. Ekki hafa svona hægt, ekki þið veki stelpunar. Hvað er þetta? Það er vakna ekkert. Æ, hvað er gaman á ballinu? Já, hljómsveitin er æðisleg. Æðisleg. Var það? Ég tók ekki svona eftir henni. Ertu hér að grínast? Ég dansaði allan tíman. Já, þú varst alveg svo þjóðhátíð 89. Munið þið? Já. Hvað var aftur þjóðhátíðalagið það ár? Þegar ágústnóttin nálgast, nýt ég þess að vera til. Tæli fram í hugan horfna huldum ei. Það að vera með í dalnum er það eina sem ég vil. Þá er gleðin fölskalaus á heimaey. Með rómantík og ryktan lunda rölti ég til vinafunda. Ástin enn í gömlum garpahjörtum býr. Þar er mannsins mýkt og gæskap, þar er undurfögur æska, en í dag að yrkja lífsins ævintýr. Í brekkunni er sungið dag, hetjudáð og höf. Gullkornin sem Geir og Ási færðu oss að gjöf. Ásti víf og villta strengi, stranga sókn og góða drengi og hetjudáð á ystu nöf. Bjarta von hjá blíðum eyjum, perlunar hans átn úr eyjum og ofurmenni eins og vinna í gröf. Ég rula bjarta vonir vakna, bjarta vonir vakna, vökva sálina og sakna. Einhver sem ég veit að er hér eflaust enn. Dætur kátt ég dansa og augun í ég glansa. Undir fjósa kletta af ást ég innan brenn. Í brekkunni er sungið dag, hetjudáð og höf. Gullkornin sem Geir og Ási færðu oss að gjöf. Ásti víf og villta strengi, stranga sókn og góða drengi og hetjudáð á ystu nöf. Bjarta von hjá blíðum eyjum, perlunar hans átn úr eyjum og ofurmenni eins og vinna í gröf. Drullaður út með. Wow, hver ert þú? Ég er að bý hérna, farðu út. Wow.
honum lág. Mamma frammi, skuggaleg hún í húminu. Skilja svo fáir í heiminum hvað hún á bak. Það voru gestir hjá þeim í alla nótt. Það voru gestir hjá þeim í alla nótt. Sunnudagsmorgun og pabbi minn rétt heldur rænunni. Starir í tómið og tortið með lítir að gó. Hann röflar eggi sem reynir að leiðbeina hænunni. Hann í rangurum sökkum og líka í öfugri blóð. Það voru gestir hjá þeim í alla nótt. 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 Sunnudagsmorgun og hryggurinn þiðnar á borðinu. Bragðið af honum gleður víst engan í dag. Rétt væri að taka panót í parið á orðinu og hlaupa til ömmu og kippa þar hungrun í vatn. Það voru gestir hjá þeim í alla nótt. 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 Þetta er ekkert í lagi. Hvað, elskan? Þetta endalaus að djamma og ruggla á ykkur. Hvernig haldið þetta sé fyrir okkur stelpunar? Finnst ykkur alveg eðlilegt að börn þurfa að horfa upp á svona laga? Já, nei, ég hugsa út í að þá var þetta oft svona þegar ég var strákur. Mér fannst það ekkert gaman. Guð, ég vissi ekki að þætti þetta svona slæmt. Já, en mér finnst það. Mér finnst bara komið nóg núna. Þið eigið börn. Þið eru ekki 17 ára lengur. Æ, stelpur mínar, mér þykir þetta svo leitt. Mamma skal laga þetta. Já, og pabbi líka. Brynja mín, þú kannski skilur ekki hvað er erfitt að sætta sig við að eldast. Allt í einu ertu orðin fullorðin með fullt af skuldbindingum og stressi og okkur vesen. Mamma, ég ætla sko aldrei að verða fullorðin. Æ, þú ert svo barnaleg, Magga. Erla, ekki stríða systurðinni. Jú, elska mín. Það er yndislegt að verða fullorðin. Því þá eignast maður fjársjóð eins og ykkur. Ég vona bara að það sé ekki of seint fyrir okkur að fatta það núna. Hér eftir verður allt betra. Gott. Pabbi, mamma, ég held ég skilji þetta betur núna. Líkt og ástarljóð sem enginn fékk að njóta. Eins og gulað blað þeir geymir óræð orð. Eins og gömul hefð sem búið er að brjóta. Þar er ég, þar er þú, þar er allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og líkt og tá sem geymir ótal gróf. En
er gömul mynd sem sýnir glaða stundir. Þar er ég, þar er þú, þar er allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og mynd sem bjó í vonandi þínu, eins og æskuþrá sem lifna við og við. Býr þar sektarkennd sem ennþá nær að særa. Þar er ég, þar er þú, það er allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og ástarljóð sem enginn fékk að njóta, enda sem gullar blað þeir geymir óræð og eins og gamalt heit sem búið er að brjóta. Þar er ég, þar er þú, þar er allt það sem ástin okkur gaf. Jötungi við hljómsveitinni. Jötungi við tæknimönnunum sem sáum að halda sýningunni gangandi og gerðuleikjóslega. Snoran þessi sýning klæði orðin að veruleika. Ja. Takk fyrir þetta, en nú er komið að því sem allir hafa beðið eftir. Eins og sjá má svignar veisluhraðborðið undan kræsingum. Við þurfum að rúlla borðum inn í salinn og byggjum ykkur að sýna biðlund á meðan því stendur. Tilvalið að nýta tímann og kíkja á sýningu í list- og verkrænarými, óskilamuni, fatahólf og í sjoppuna. En þá er hægt að kaupa línur í línuhappdrættinu. Skólastjórinn ásamt fulltrúum og nemendafélagi skólans draga í línuhappdrættinu hér á eftir meðan á kaffinu stendur. Gjörið svo vel, það er komið að kaffihlaðborðinu.